Komið sæl og verið velkomin í föstudagsþáttinn sem við tökum á þessu sinni upp hérna í Menningarhúsinu Hofi á annarri hæðinni fyrir ofan veitingahúsið 1862 Nordic Bistro. Við ætlum að fara víðan völl í dag að venju, við ætlum að tala bíómyndir, engla alheimsins, unglingamál. Við ætlum að tala væn. Væn? Já. Það var svo margir sem hrukku við þegar þeir föttu hvað voru orðnir gamlir að þeir vissi ekki hver einhverju stjörnur voru. En það vist bara einhverju sem yngri en 18 sem hverju vænstjörnum. Já, ég vil bara innan við 15. Já. Og svo það Eirarósin, við ætlum að tala hana. En við ætlum hins vegar að byrja á því að tala aðeins ABC Barnahjálp og Uganda. Vertu velkomin til okkar. Takk fyrir. Þú ert þess að fórst út sem sjálfboðaliði hjá ABC og ert starfandi þar núna og búin að vera hvað í 2 ár. Byrjum kannski þar, hvers vegna tekur þessi ákvörðun upphaflega að fara? Ég fór til Afríku fyrst fyrir 15 ára síðan í safariferð og þá féll ég fyrir Afríku og mér langaði eftir það að fara sem sjálfboðaliði og vinna með börnum. Svo bara það var aldrei tækifæri til að það er dýrt að fara, maður þarf að borga og bara það passaði ekki. En fyrir 2 árum síðan, rúmlega það, að þá bara var ég búin að fá nóg af vetrinum og kuldanum og vera alltaf að vinna og hvað krefðist að fara til Uganda og það bara passaði svona flott og ég dreif mig. Og þú fórst í 1 ár sem sjálfboðaliði en núna 2 ár liðin. Já, það eru 2 ár liðin og ég er bara heim í jólafrí. Þetta semst var það að vinna eftir þetta ár sem sjálfboðaliði. Segðu okkur frá því hvað tekur við. Þú ferð þarna út frá kalda klakkanum hérna á Norður Íslandi, hvorki meira en minna. Já, ég var endur í Finnlandi. Þú varst í Finnlandi? En þá kaldara. Þú toppaðir þetta. Einmitt. Sem sagt, og ferð út, hvernig, það hlýtur að hafa orðið eitthvað svona menningarsjokk að einhverju leyti eða það? Já, ég var endur búin að vera í Uganda áður. Ári áður þá var ég í heimsóknar og þannig ég vissi svona að sumu leyti í hvað ég var að fara. Ég vissi hvernig veðrið er bara, það er alltaf 28–32 gráður og svo fínt. Þegar það er kalt þegar það eru 20 gráður og svo náttúrulega bara, maður er svolítið að fara aftur á bak í allri menningu eiginlega. En starfið sjálfboðaliðans, hvernig er það? Hvað gerir þið? Við erum semst, þarna út í Uganda þá erum við með skóla fyrir rétt tæplega 4.000 börn og af þeim erum 2.000 börn rétt rúmlega styrt. Rúmlega 1.500 börn eru styrt af Íslandi. Já, og það er gegnum ABC Barnahjálp. Það er gegnum ABC Barnahjálp. Og það er semst að því þetta er einstaklingsstuðningur við barnið að þá þurfum við við sendum myndir af börnunum og börnin gera þakkakort og jólakort og svo þarf að senda einkunnir til stuðningsaðila og það er semst öll vinnan í kringum þetta sem ég hef verið að sjá Já, þetta er bakvinnan fyrir til dæmis að fá Íslendingar sem eru að styrkja börn í Uganda. En lýstu þess fyrir okkur starfinu sem fer fram í þorpinu? Í þorpinu? Já, hvernig er þetta venjulegu dagur? Venjulegu dagur hjá mér eða venjulegu dagur í skólanum? Hjá krökkunum. Hjá krökkunum, það er skóladagurinn frekar langur. Þau byrja í skólanum 7:30 á morgnana. Þau byrja í forskóla þegar eru 3,5 árs og eru til 5 ára. Og svo fara þau í 1. bekk sem þeir eru 6 ára og eru svo í barnaskóla upp í 7. bekk. Og þá halda þau áfram, það er svona sameiginlegu gagnfræðaskóli, framhaldsskóli í 6 ár. Þess að maður verður að vera, ef þau eru 4 ár byrjaði með og svo ef þau fá nokkuð einkunnir þá halda áfram í 2 ár. Skóladagurinn í byrjun er frá svona 7:30 til 12. Þangað til eru 5 ára, þá lengist þetta til 2 og svo þeir eru komin í 2. og 3. bekk þá eru þau í skólanum til 5 á daginn. Og svo þeir eru komin upp í 7. og 7. bekk þá eru þau farin að koma aftur á kvöldin í semst eins og heimanám. Þannig að það er komin klukkutími eða 2 tímar á kvöldin líka. Já, þannig að þetta er alvöru. Og núna ertu bara starfsmaður skólans á launu þar. Hvernig er hérna samfélag það? Er þetta blandað eða ertu að vinna mest með innfæddur með það? Það eru mest innfæddir. Ég er þarna og svo er hún sem er semst framkvæmdastjóri ABC, 1 af 2. Hún er frá Ástralíu, hann er búin að vera þarna í 25 ár. Og hún er gift manni frá Uganda, þau heita Trudy og Francis Odida og það eru þau sem semst byrjuðu allt starfið þarna og byggðu upp skólana. Við erum það einu, allir hinnir eru innfæddir, þannig að við erum með 100 kennara í vinnu og svo eru kannski 100 manns aðrir í öðrum störfum. En hvað með ástæður þess að börnin koma til ykkar í þorpið og á hvaða aldri? Hvers vegna eru þau að koma? Þau sem eru í stuðningi eru krakkar sem hafa, stundum eiga þau ekki fjölskyldur, ekki nánustu ættingja, þau eru hjá ættingjum eða vinafólki því að fjölskyldunar foreldrar eru látnir eða þau hafa bara farið. Þau hafa ekki efni á að borga fyrir að vera í skóla, þannig að ef þau kæmu ekki til okkar þá eru þau heima. En er þetta á mörgum stöðum í Afríku svona stórt, 100 kennarar og 2000? Nei, við erum með mjög stóra skóla hjá okkur. Og við erum á 3 stöðum í Uganda
þetta á 2 stöðum rétt fyrir utan höfuðborgina og síðan erum við í Norður-Úganda. En ABC barnahjálpin náttúrulega víðar síðan? Já, þau eru síðan víðar í Afríku og í heiminum bara. En bara ástandið á þessum krökkum, ástandið á samfélaginu, hvernig sérð þú það? Það er mjög fátækt og það er mjög mikil fátækt þarna. Það eru rosalega miklar extremes. Öfgar. Já, öfgar. Þetta er mjög fátækt og svo er mjög ríkt fólk. Það eru mjög fáir sem eru mjög ríkir en mjög margir sem eru mjög fátækir. Og í Úganda þá er það mjög dreifbýlt, þannig að langmest af fólkinu, það búa 37 milljónir í Úganda og bara 1,7 tæplega í höfuðborginni. Þannig að þið sjáu þetta mjög dreifbýlt land og það er yfirleitt það sem gerir þá ástandið er kannski ekki jafn gott. Og er einhverjar breytingar í Úganda núna? Finnur þú fyrir einhverju þróun eða algjör stöðnun í þessari þróun á skiptingu í fjármagnsins? Það er svolítið erfitt svar. Ég sé þetta kannski ekki af því ég er ekki mikið. Ég er þarna í skólanum, ég býð þar og í því umhverfi og það náttúrulega ekki kannski rosalega mikið þróun. En lífsstílinn þinn, nú veit ég að fyrsta hálfa árið þá varstu ekki með neitt rennandi vatn. Nei. Hvernig er það? Hvernig lifið þú sjálf? Þegar ég fór sem sjálfboðaliði þá að því ég var búin að vera í Úganda, ég vissi að það eru flestir með útikamera. Það eru bara svona stóra hólur í jörðinni og fólk er ekki með rennandi vatn, það þarf yfirleitt að fara og það er ekki með heitt vatn ef það er með rennandi vatn. Þannig ég var undirbúin fyrir þetta í 1 ár. En ég var mjög ánægð þegar ég kom og sá að ég var með klósett inni hjá mér, ég var með eigið baðherbergi en ekki með rennandi vatn. En það var allt í lagi. Það var fínt í hálft ár, það er mjög gaman að fá að upplifa þetta og maður skilur fólkið svolítið betur. Af því að það er erfitt að koma héðan, fara þangað og ætla að skilja fólkið og hvernig það lifir. Þú kemur frá þessu vatnsmikla landi hérna svo allt í einu. Já, endalaust heitt vatn, endalaust vatn. Og vatnið er bara nánast flýðindi eða hvað? Já, ég meina, þegar maður þarf að sækja vatn og þegar maður er með klósett sem tekur 10 lítra að sturta niður, þá hugsa maður sig 2 sinnum áður en að sturta niður. Og svo núna á síðasta þurrkatímabili þá að því við erum með regnvatn að þegar þá voru tankarnir tómir, það var búið að vera þurrt mjög lengi og þá verðum við vatnslaus eftir 2 vikur áður en fór að rigna. Þannig að maður hugsa virkilega hvert niðurhalt. Já, en það er ég ofta að benda það heima þegar þau skrúa frá krananum og svo er bara labbað í burtu með að vera heita vatnið eitthvað. Nú er vatnið að vera búið. En svona að lokum fyrir þá sem að sitja núna heima og hugsa kannski lengi að það vilja drífa sig eða prófa að gera eitthvað svona. Þú veist, hvað er fyrsta skrifið? Hvað var til þess að þú bara ákvaðst að drífa þig? Ég var búin að fara þangað. Ég held að fyrsta skrifið er kannski að reyna að heimsækja land sem ég langar að fara í. Að fara sem túristi áður en þú? Já, af því að maður heldur oft að maður geti farið og verið sem sjálfboðaliði og lifa í menningunni. En þegar maður svo kemur að maður hefur ekki verið, þetta verður algjört sjokk fyrir mann. Þú veist, það er ekkert eins og hér. Maturinn er öðruvísi, fólki er öðruvísi, vatnsleysi, rafmagnsleysi sem maður er ekki vanur. Þannig að það er kannski eitt skref að gera það ef maður getur. Annars er bara að reyna að komast í samband við einhvern sem hefur verið og við það landið að þau samtök sem maður langar að fara með. Og svo er bara að drífa sig. Ef maður getur það ekki þá er að reyna að styrkja börn eða aðra sem langar til að fara. Og það er náttúrulega það sem að kannski einmitt þessi skiptinga fyrir okkur hérna heima. Þetta er sem sagt peningar sem skipta máli. Að sjálfsögðu, maður getur aldrei gert neitt ókeypis. Eða það eru peningar sem skipta máli. Og ég meina fyrir þessi börn sem eru í okkar skólum að þá eru það andla peningar héðan sem gera það verkum að þau geta verið í skóla. Hvað ætlar að vera lengi að það? Herðu, það er bara allt ákveðið. Ég er að flytja núna. Ég kom heim til að tæma geymslurnar mína og er að flytja hana. Það er ókveðið. Þá ertu alflutt til Úganda? Já, ég er opinberlega flutt. Alflutt en var náttúrulega aldrei neitt. Ég verði samt aðeins að því pínlítið í lokinu. Það er hvað kostar að vera stuðningsaðili barnsins og... Herru, það fyrir sem börn í grunnskóla þá kostar það 3.000 íslenskar krónur hjá ABC. Það er þetta fara bara inn á heimasíðunni hjá ABC, abc.is og sjá allt. Þar getur maður valið barn og fengið allar nánari upplýsingar. Þannig að það er 3.000 krónur. Það er ekki droslega mikið fyrir okkur hérna. Þannig að ef þú kemst ekki út, getur ekki orðið sjálfboðaliði en átt auka 3.000 kall, sleppir latte einhvern tímann og þá kannski... Kemur einu barni í skólan. Nákvæmlega. Dásamlegt, takk fyrir að koma til okkar. Takk svo leiðis, takk. Haldið áfram eftir smástund.